Það hefur gustað af Ólínu Þorvarðardóttur í vikunni og hún verður gestur okkar í kvöld ásamt Vigdísi Hauksdóttur þingkonu Framsóknarflokksins sem krafðist þess á þingi að ríkisstjórnin ætti að fara frá, hún var í vanhæf og réði ekki við verkefnið. Við ræðum stöðugleikasáttmálann, umdeild lög veiðar og skötusel sem settu allt í loft upp í vikunni og bönn ríkisstjórnar á flugvirkjaverkfall, ljósabekkjanótkun og nektardans meðal annars. Við byrjum á Ólínu og Vigdísi sem eru sestar hjá Þórhalli. Ólína, Vigdís, velkonar. Takk fyrir. Við ætlum að byrja bara á stöðugleikasáttmálanum og þeim sáttmála sem Samtök atvinnulífsins sögðu sig frá í vikunni. Þeir tala vanefndir og þeir segja reyndar að þetta skötuselsmál eða lög hafi verið dropinn sem fyllti mælinn. Þeir tala að ríkisstjórnin hafi bara hreinlega svikið þennan sáttmála. Nefna ýmis dæmi, þeir vantar fjárfestingar í stórum og smáum verkefnum, háu vextir, gjaldeyrishöftin, verðbólga vegna lágs gengis, lífeyrissjóðirnir ekki farnir að greiða krónu í framkvæmdir, 15.000 manns atvinnulausir. Þetta sé raunverulega ástæðan fyrir því að þeir segi sig frá sáttmálanum. Já, þetta mikið ofmælt, myndi ég nú segja, og sannleikurinn nú sá að það stendur ekki upp á ríkisstjórnina sjálfa í neinum atriðum stöðugleikasáttmálans, nema þá hugsanlega þessu atriði varðandi lögfestingu á greiðslum atvinnulífs og lífeyrissjóða inn í starfsendurhæfingarsjóð. Það mál sem reyndar í farvegi. Hvað með framkvæmdir til dæmis? Já, ég meina til dæmis í sambandi við Landspítalann, þar allt á áætlun, það eru ýmsar stórframkvæmdir á áætlun og allt í góðum gír varðandi það. En aðrar framkvæmdir eins og til dæmis Helguvík, við vitum að það stendur ekki á ríkisstjórninni þar, það eru aðrar ástæður fyrir því að það tefst. Þannig að þetta ofmælt og sérstaklega varðandi náttúrulega skötuselsmáli sem varðar allt að 2000 tonn af skötusel umfram aflaheimildir á 2 árum sem að sjávarútvegsráðherra hefur auk þess lýst yfir að hann muni fara mjög varlega í og Alþingi hefur samþykkt að verði ekki gert nema í samráði við Hafrannsóknastofnun. Sem aðeins tala skötuselina á eftir. Já, en ég meina, fyrst og fremst að tala samt að þið hafið ekki efnt að þeirra mati þessi loforð og ekki síst að eins og með lífeyrissjóðina, það vantið peningana frá þeim og þessar fjárfestingar eru ekki hafnar og ennþá eru 15.000 manns. Já, en það bara stendur ekki á ríkisstjórn, það stendur ekki upp á ríkisstjórnina, það eru aðrir óviðráðanlegir þættir sem að valda því og þegar Samtök atvinnulífsins segja sig frá stöðugleikasáttmálanum, byrja á því að nota skötuselsfrumvarpið sem ástæðu uppsagnarinnar og fara síðan að fikra sig yfir í önnur rök, augljóslega komin í undanhald í þeirri umræðu, þá sjáum við það að þetta skötuselsfrumvarp var í raun og veru fyrirsláttur og enda ef það ætti að vera raunverulega ástæða að þá væri þar verið að fórna meiri hagsmunum fyrir minni. Vigdís, þú vildir að ríkisstjórnin segði af sér, þú sagði að hún væri vanhæf og hún væri bara ekki, geti ekki tekist á þessi verkefni, en nákvæmlega eins og Ólína segir, hún segir þetta stendur ekki upp á ríkisstjórnin. Ríkisstjórnin ræður ekki við verkefni, það löngu vitað og það veit jafnvel ríkisstjórnin sjálf. Bara að taka utan upp þessi mál sem mest á reynir hér núna í landinu, 18 mánuði frá hruni, Samfylkingin búin að vera ríkisstjórn síðan 2007, tölum heimilin, tölum fyrirtækin, það gríðarlegt atvinnuleysi, opinberi geirinn hefur þanist alveg gríðarlega út eins og til minnst ráðuneyti Samfylkingarinnar síðan Samfylkingin fór í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum upp á 40%, þannig að það er komið svo mikið ójafnvægi í opinbera markaðinn og hinn venjulega frjálsa vinnumarkað. En nú erum við að tala vanefndir á stöðugleikasáttmálanum. Já, svo eru þessi vanefndir á stöðugleikasáttmálanum. Getur tekið undir það með Samtökum atvinnulífsins að þetta séu þær vanefndir? Alveg fullkomlega, því það kemur fram í tilkynningu frá Samtökum atvinnulífsins að þar sé raunverulega það eina sem að ríkisstjórnin hefur staðið við í þessu stöðugleikasáttmála, það er endurreisn bankanna. Og þeir töldu það upp allt saman sem að raunverulega ríkisstjórnin hefur svikið. Og það er líka þessi spurning, það er alltaf verið að segja ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir segja að þetta sé smámál, þetta með skötuselsmálið, samningar skulu standa hjá ríkisstjórninni sem og öðrum. Ég hér með yfirlit yfir 13 atriði stöðugleikasáttmálans og ríkisstjórnin, það er ekki upp á ríkisstjórn, stendur ekkert upp á ríkisstjórnina í neinum þessar atriða nema því sem ég nefndi. Og sannleikurinn er svo að þau verða að svara því, þau hafa ekki svarað því með mjög sannfærandi hætti. Ekki með sannfærandi hætti. Sannleikurinn er svo að það hefur gríðarlega mikið verið gert og í raun og veru hefur ríkisstjórnin lyft hér grettistaki í mörgum málum við endurreisn atvinnulífsins og við
endurreist efnahagslífsins. Það eru nú þegar til dæmis komin 2000 störf og annað eins í afleitum störfum, beinlínis vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar. Hvaða aðgerða? Menntamálaráðherra var til dæmis að senda fréttatilkynningu í dag 400 sumarstörf fyrir námsmenn í sumar, tvöföldun á fjárframlögum í nýsköpunarsjóð námsmanna. Það er búið að endurreisa bankana, það er búið að ná fram samningum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn efnahagsáætlun. Er búið að ná þeim samningum? Já, vísu, við erum náttúrulega þá eftir endurskoðan, en það strandar nú á málum sem að Vigdís Hauksdóttir þekkir náttúrulega mjög vel. Það er búið að grípa til mjög afgerandi aðgerða til þess að aðstoða heimili landsins í greiðsluvandræðum og er verið núna að stíga frekari skref í því skyni, bæta réttarstöðu skuldara og samningsstöðu. Það er gríðarlega margt sem verið að gera. Sumir myndi segja að þetta var einhverju plástrar en aðra myndi segja að þetta væru afgerandi aðgerðir. Ég lít svo á þetta séu plástrar og þetta er fyrst og fremst sjálfsblekking. Hér er ekki verið að lyfta neinu grettistaki í einu eða neinu, en það eru samtök atvinnulífsins og ASÍ algjörlega að gefast upp á þessar ríkisstjórn. Það er bara alveg augljóst og það er náttúrulega þessi uppsögn stöðugleikasáttmálans bara náttúrulega bendi beint á það. Það sem verður að gera hér hagsmuna gæta raunverulega að stöðugleikasáttmálinn haldi. Það eru þetta samtök atvinnulífsins. Af hverju segirðu það? Og þetta er algjörlega óábyrg viðbrögð hjá samtökum atvinnulífsins að segja upp stöðugleikasáttmálanum út af ágreiningi nokkur hundruð tonna skötusel. Hvað er það þá að gefa í skyn? Eftir að segja að þeir séu bara hreinlega að mála hjá LÍÚ og einhverjum öðrum? Já, það hefur nú hvarflað að manni. Ég meina þetta eru náttúrulega mjög undarleg viðbrögð ef menn skoða þetta svona bara í rólegheitum. En þetta er grófskakað í stórum samtökum að segja þetta. Já, þetta er náttúrulega það að ætla að segja upp stöðugleikasáttmála fyrir nokkur hundruð tonn af skötusel er mjög gróf aðgerð. Það er ekki gróf aðgerð, þetta var kornið sem fyllti mælinn hjá samtökum atvinnulífsins út af fyrri svikum í samningnum. Þeir létu brjóta á þessu, en ef þú ert að vísi það að samtök atvinnulífsins séu þarna í einhverjum leik vegna þess að samningar eru lausir hér á þessu ári, þá getur það nú alla staðist vegna þess að ríkisstjórnin setur hiklaust lög á verkvöll. Þannig að ekki er það vopn sem að samtök atvinnulífsins eru. En er þetta ekki þetta skötuselsmál? Er það samt ekki svo smátt, þetta eru 2000 tonna skötusel, sem þarna verið heimilega? Getur ekki viðurkennt það samt að það er of smátt til þess að segja af stöðugleikasáttmálinn eigi að segja? Það er eins og ég fór yfir áðan, það er ekki frumvarpið sjálft og þessi aukning í skötusel sem leiðir til þess að samtök atvinnulífsins segi stöðugleikasáttmálanum upp, því þeir eru orðnir langþreyttir á aðgerðaleysi ríkisstjórnar og því sem í stöðugleikasáttmálanum stendur. Það má vel vera að skötuselsmáli sé lítið í sniðum, en það er líka verið að brjóta prinsinn. Ríkisstjórnin er ansett dugleg við það að standa ekki við samninga. Samanber það að fiskveiðistjórnunarmálin eru hér í ákveðnum sáttafarvegi, ríkisstjórnin fer þvert á þennan sáttafarveg og gengur fram með þetta mál. Það er alveg viðurkennt að það þarf að endurskoða fiskveiðistjórnarkerfið, en þetta er bara staðreyndin. Þetta er algjörlega af og frá. Í fyrsta leið þá gáfu þeir nú skötuselsfrumvarpið upp sem ástæðuna fyrir því að segja upp sáttmálanum. En þeir töldu að það væri partur af þessum pakka og þessari sátt í sjávarútvegi. Lítum aðeins á þetta frumvarp. Í þessu frumvarpi kveðið á auknar aflaheimildir og það náttúrulega eflir atvinnu sjómanna. Þarna er kveðið á aukna línuívilnum, aukna vinnsluskyldum, aukna veiðiskyldu, minni tilfærslu á kvóta og fleira. Allt eru þetta atriði sem skipta gríðarlega miklu máli, bæði fyrir landvinnsluna og fyrir sjómenn í landinu. Þetta eru atvinnuskapandi atriði og það hljómar ekki samfærandi að segja upp stöðugleikasáttmálanum fyrir þetta. Já, en það er samt raunin og þeir verður bara átt ykkur á því og horfast í augu við það. Og svo er það nú annað, því að þú spyrð um framtíðar. Þeir heimila veiðar sem eru 80% umfram heimildir Hafrannsóknastofnunar. Það er nú gott að þú nefnir þetta vegna þess að LÍÚ lagði nú bara sjálft til fyrir ári síðan að það yrðu auknar aflaheimildir í skötusel mörg hundruð tonn, ég held 500 tonn. Og þannig að í raun og veru, það sem máli snýst gagnvart skötuselnum er það, þeir þola það ekki að það eigi að leigja þessar heimildir. Það er að segja að ríkissjóður eigi að hafa tekjur af því að veita þessar viðbótarheimildir. Þetta er rangt, Ólína, vegna þess að nú er verið að smíða lög
sem að ganga út á það að ríkið fái tekjur af auðlindanótkun. Já, þannig að sko þetta náttúrulega bara skoðum á þeir sem að selst ekki nokkur einustu rök. Þetta snýst þetta eins og ég fór yfir áðan. Sko það alveg merkilegt hvað stjórnarliðar geta flækt þetta fyrir fólki. Þetta mjög einfalt mál. Þetta mjög einfalt mál. Þú ert að tella hérna upp hvað í lögunum og annað. Þetta brot á prinsippum. Hvað brot á samfélagi? Fyrirgefðu, á hvaða prinsippum? Ég að stöðugleikasáttmálann. Ríkisstjórnin eins og aðrir. Er það brot á stöðugleikasáttmálanum að samþykkja frumvarp sem felur í sér atvinnueflingu? Ríkisstjórnin eins og aðrir verða að standa við gerða samninga. Samningar skulu standa. Skötuselurinn bara ekki nefndur á nafn í stöðugleikasáttmálanum. Og þetta skötuselsfrumvarp beinlínis atvinnuskapandi og beinlínis til þess fallið að bæta lífsskilyrði fólks út á landsbyggðinni. Þannig að það hljómar segir að þeir hafi haft loforð fyrir því að skötuselurinn væri partur af þessari heildar umræðu og þessum heildarsamningu. Veistu það, þetta bara rangt. Það ekki, sko, þeir hefðu ekkert slíkt loforð. Þeir settu sjálfur einhliða fyrirvara inn í stöðugleikasáttmálann það að þeir vildu að framtíðarskipan fiskveiðistjórnunarinnar væri í sáttafarvegi. Það var einhliða yfirlýsingar þeirra hálfu og engin athugasemd gerði það. Það var sérstök bókun sem verið að vísa í. Já, enda framtíðarskipan fiskveiðistjórnunar í landinu, hún í ákveðnum sátta- og viðræðufarvegi. Hún það, en sjávarútvegsráðuneytið hættir náttúrulega ekki störfum. Sjávarútvegsráðuneytið leggur ekki niður störf þó að það sé viðræðunefnd í gangi framtíðarskipun fiskveiðistjórnunarinnar. En Vigdís, þú ert ekki ósammála þessu í prinsippinu að fara þessa leið að leigja þessa umframheimildir. Þannig að þú ert eiginlega bara búin að nefna einhvern svona, hvað var að ósættið þitt við þessa aðgerð sem slíka, en þú ert ekki ósátt við að þetta verið gert. Í grunnu sínum Framsóknarflokkurinn mjög á móti fyrningaleiðinni, því það hægt að fara með fiskveiðistjórnarkerfið í aðra átt heldur en að rífa þetta af mönnum og útgerðum. En þú verður ekki ósátt við það ef það yrði úthlutað umfram 40.000 tonnum af þorski, að það yrði leigt. Við höfum skoðað það að fara aðeins kannski með aukningu í þorskinu fram yfir ráðleggingar Hafró því það alltaf ákveðið svigrúm, en auðvitað það framtíðarskipan okkar Íslendinga að hafa tekjur af öllum okkar auðlindum. Sjáu þið til dæmis eins og loftslagskvótann sem við erum með, sem álverin að nota hér. Akkur ekki stóriðin að borga ríkinu fyrir að afnota þessum kvóta? Þetta snýst allt saman þessar auðlindir, auðlindaréttur. Má ég aðeins tala, varðandi fiskveiðistjórnunina? Þetta snýst það að ríkið sem slíkt hafi tekjur af þeirri notkun sem hér í gangi hverju sinni. Og auðvitað gera útgerðarmenn sér grein fyrir því eins og allir aðrir Íslendingar að það kemur svo dagur að þau þurfi að fara að borga virkilegt auðlindagjald. Þeir gera það í smáum stíl núna. Þannig að það inni. Að útgerðarmenn gera sér ekki grein fyrir þessu og ekki tilbúnir í þetta. Þú mátt ekki tala svona heila atvinnugrein þú ert bara að tala niður til útgerðarinnar. Nei, ég ekki því. Nú ég að vísa í málflutning sem hefur verið viðloðandi núna í áróðurs- og auglýsingaherferð sem útgerðarmenn hafa farið í mjög grimma núna síðustu vikurnar. Þar sem það alveg ljóst að þeir eru ekki tilbúnir í þetta sem þú ert að tala um. Við skulum nú bara sjá til þess en þér ekki hægt að fara með öll mál fram í ósátt þegar svona mál eru sett í fullkomið uppnám. Já, en það nú eitt sem við skulum líka ræða og það langlundargeð stjórnvalda og sáttavilji í þessum sjávarútvegsmálum sem náttúrulega alveg hreint með ólíkindum. Já, það sáttavilji að fara fram með þessum hætti? Það sáttavilji? Það ekki stríðsyfirlýsing? Nei, stríðsyfirlýsingarnar hafa allar komið frá Landssambandi íslenskra útvegsmanna og sannleikurinn sá að stjórnvöld hafa sýnt þvílíkt langlundargeð og ítrekað rétt fram sáttahönd þessum aðilum sem hafa stokkið frá borði í þessari viðræðunefnd og neitað að koma að þessum möguleika sem þeir þó hafa til að hafa raunveruleg áhrif á það hvernig útfærslan verður. Þeir hafa ekki nýtt sér þetta. Það þeirra tækifæri. Það bara þannig að við Ólína sjáum bara lífið hér bara í svarthvítum litum því hún að lýsa hér ykkur bara sem að ég kannast alls ekki við því að og það náttúrulega fyrst og fremst
fremst ríkisstjórnin sem er vanhæf og sko ríkisstjórnin ræður ekki við verkefnið og það sem er að hér á landi núna, það eru stjórnvöld sem ráða ekki við verkefnið og skapa þennan óstöðuleika og gera allt í ósátt. Sannleikurinn er sá að það þarf alltaf tvo í tangó og við erum í það erfiðum efnahagsaðstæðum núna Íslendingar. Þjóðin verður að standa saman. Ég ætla að ræða við ykkur ekki tangó, ég ætla að ræða við ykkur nektardans, ljósabekki og jafnvel eitthvað fleira og bestaflokkin sem er að sópa Framsókn út úr borgarstjórn, en tíminn hlaupum frá. Jæja. Þetta var ofjörugt til þess að við getum stoppað þetta, en gaman að fá okkur. Við skulum sjá hvernig þessi mál þróast. Takk.